Já, komið í sæl og velkomin í samfélagsvaktina hér hjá okkur í Öryrkjabandalaginu. Við höfum fengið til okkar fulltrúa tveggja næstu stjórnmálaflokka og það eru góði gestir. Þorgerður Katrín frá Viðreisn, vertu velkomin. Takk hérlega. Ásmundur Einar frá Framsókn og yfirmaður öryrkja í raun og veru. Er það ekki rétt hjá mér? Ég veit ekki hvort það er að nota orðið yfirmaður en ráðherra málaflokksins. Já, við skulum byrja á einlægum nótum. Ef þú horfir yfir þetta kjörtímabil, Ásmundur Einar, stóðstu þig nógu vel? Sko ég held að við höfum náð svona einu og öðru fram og bæði höfum við dregið náðu ákveðnum skrefum þegar kemur að draga úr skerðingum, við höfum náðu ákveðnum skrefum í skattkerfisbreytingum sem að gagnast þessum hópi. Við náðum í COVID-faraldrinum að halda vel utanum þennan hóp félagslega og halda upp í þjónustu við þennan hóp félagslega og það held ég að hafi skipt miklu máli. En það er ekkert launungamál að það voru mér ákveðin vonbrigði að við okkur skildi ekki takast að ná í gegn kerfisbreytingum í málaflokknum sem að hugsunin var að koma í gegn á þessu kjörtímabili sem að snéru að starfsgetumati eða breyttri útfærslu á starfsgetumati, einföldun kerfisins og samhliða draga úr skerðingum og ég hef sagt það að það sé eitthvað sem að verði mikilvægt að taka upp á nýjanleik. Þannig að já, við náðum ýmsu fram. En ég hefði viljað ná meiru fram og ég held að COVID-faraldurinn hafi aðeins sett strik í reikningi þar svona á heiðarlegum nótum með það. Áfram á einlægum nótum. Þorgerður Katrín, stóð hann sér nógu vel? Já, ég vil frekar horfa það því hann talar ráðherra málaflokksins sem að vissulega er. Mér fannst og finnst á ákveðnum sviðum þá hefur hann verið svona meira einmitt svona samstarfsmaður sem að mér finnst vera afar jákvætt. Mér finnst margt líka, já sem móður líka fatlast barns, ég sé að margt hefur áunnist og margt er orðið betra en á móti kemur að mér finnst kannski ekki gott fyrir ríkisstjórnina að fara strax byrja að nota COVID-faraldurinn yfir alls konar hlutir gerðust ekki. Líf fólksins heldur áfram blessunarlega eftir COVID og það er réttilega þannig að við erum að sjá bæði þessum málaflokki og sem öðrum að við getum farið og ekki síst kannski þegar maður horfir til heilbrigðismálana, að það þarf og við getum notað í rauninni sömu kosningaloforð og síðast, það er að segja einföldun kerfisins, við þurfum að gera það þjónustu miðaðra og vætna og minnka skerðingar en ég vil líka draga fram að það hefur margt áunnist, ég vil ekki vera hérna og gagnrýna bara minn ágæta vin Ásmund Einar. Hann hefur gert margt gott en auðvitað er það þannig að mér finnst svona vonbrigðin eru að stóru málun einföldun kerfisins, meiri þjónustuvæðingu og starfsgetumatið að breytanda hefur ekki komist í gegn. Starfsgetumat, Ásmundur Einar, ríkisstjórnin er svolítið föst í því. Ég leyfi mér að fullyrða að það hefur ekki gengið vel í ríkjunum í kringum okkur, nágranna löndunum. Starfsgetumat byggir á því að þú ert metin 75% öryrki en ert þá í raun metin sem 25% að þú hafir möguleika á að vinna þá vinnu. Þau störf eru bara ekkert í boði í dag. Hvernig á að klára þessa hugsun? Já, það var eiginlega, sko, þess vegna fannst mér vonbrigði að við skildum ekki ná þessi gegn á kjörtímabilinu og ekkert að hengja COVID á það endilega nema bara að handavinnan við að ná breiðara samkomulagi það gafst ekki það svigrúm til þess sem að þurfti en þegar við fórum að nálgast þetta viðfangsefni og fengum alla flokka að í öll hagsmunasamtök vinnumarkaðin og fleiri þá var hugsun mín sú að reyna að teygja okkur lengri í áttina að þeim kröfum sem að meðal annars Öryrkjabandalagið og Þroskahjálp hafði verið með þegar að koma því að tryggja framfærslu þannig að því að hræðsla margra við starfsgetumat eins og það hefur verið praktiserað til að mynda í Bretlandi hefur verið svo að þér var skammtað ákveðnar örorkubætur og svo áttur bara náður í vinnu fyrir mismuninu. En ef þú getur tryggt framfærsluna og tekið hana og tryggt hana og við horfum mjög mikið til skýrslu sem að Öryrkjabandalagið lét vinna starfsgetumat
að þá held ég að það hefði verið hægt að ná þessu, en það gætti mikillar tortryggni gagnvart þessu og einmitt af hræðslu við reynsluna í nágrannalöndunum. En þessi störf ekki boðið. Og þess vegna, já, en ef þú ert að tryggja framfærsluna, þá ertu tryggður ef að störfin ekki boðið. Og fylgir það þinni hugsun í þessu? Það var hugsunin í þessu, en ég held að þetta mál hafi þurft aðeins lengri tíma og ég eiginlega sannfærður að ég kannski með einhverju breyttu orði vegna þess að starfsgetumat kannski ekki svona lýsandi orð, heldur meira virkni geta eða gagnvart tækifæri til virkni eða eitthvað slíkt sko, að þá sé að myndast í jarðvegu fyrir það að það sé hægt að stíga þessi skref á næsta kjörtímabili vegna þess að það óháð því hverju verði stjórn og hvernig það verður, vegna þess að það líka mikilvægt að fara í einföldun á kerfin og það var hugsun í þessu líka, einföldun á bótaflokkunum, samspili þeirra og svo framvegis, vegna þess að það orðið gríðarleg flækja og ég verð nú bara að viðurkenna það að þú veist, ég klóra mér oft í hausnum þegar verða að vinna einhverja reglugerðarbreytingar að við höfum verið að koma einskiptis fjárveitingar eða eitthvað slíkt til þess að inn í COVID, vegna þess að þetta samspilið á milli skerðinga og milli flokka og annað slíkt, þetta orðið gríðarlega flókið. Og það var það sem var gert nánast hálf galið hvernig þetta... Já, og það var gert í málum eldri borgara 2015-16 eða 2016 að fara í einföldun þá og þá náðist ekki utanum örorkulífeyrisþegana með sama hætti og það í rauninni, og ég sammála Þorgeiri, það verkefnið og setja það í algjöran forgang á næsta kjörtímabili að ná utan af þetta, en áskorunin til staðar sem að skapa störfin og þar hvorki almenni né opinberi vinnumarkaðurinn að standa sér nægilega vel, það bara staðreynd og þar þurfum við að hugsa einhverja nýjar leiðir í því held ég sko. En Þorgeirður, ég bara starfsgetumat. Þetta svolítið brútal nálgun, það ekki, þegar ef það ekkert sem tryggir, ef þú 50% öryrki, þetta útvegaði 50% vinnu, færðana ekki, hvað áttu þá að gera? Já, ég alveg sammála, þetta brútal nálgun og það getur vel verið að eins og Ásmundur segir að það sé betra við stígum og skref tilbaka og segir, getum við allavega breyttum þetta heiti en líka aðeins nálgunum á varðandi innihaldi. Ég held að ætlunin á sínu tíma, án þess að ég sé að verja, ég var nú ekki eins og í tengslu við ríkisstjórnina á þeim tíma, en ég held að það hefði verið góður hugur, einmitt að fara í það einfalda kerfið og gera það þannig að það hendi þeim sem að að ræða bæði öryrkjum er líka atvinnulífinu. Gott og vel, þetta ekki alveg að ganga og það gengur ekki síst illa meðal annars út af því það vantar einmitt störfin og ég verð að segja, ég undra svolítið að það hef ekki verið unnið betur að því að ýta störfum áfram innan hins opinbera. Þar getur ríkisstjórnin og sveitarfélögin gert miklu meira. Það sama gildir hinn almenna vinnumarkað og ég velti fyrir mér ákveður ekki búið að setja fram fleiri hvata fyrir fyrirtækin til þess að bjóða upp á fjölbreyttari störf og það vita það allir sem að til og með með börnin sín í framhaldsskóla, hvað tekur við eftir framhaldsskóla, það diplómanámið upp í HÍ, það ekki eitt og sér sem að bjargar öllu, heldur hvaða vinnustæðir eru opnir og þetta snýst viðhorfsbreytingu á hinum almenna sem opinbera vinnumarkaði en það þarf líka eitthvað til þess að ýta þessu á stað til þess að störfin verði raunlega til, en síðan það hitt að það þetta flækjustir og mér finnst ótrúlega gott að skynja það hjá Ásmundi Einari að við þurfum að einfalda kerfið og það verður... En það enda búið að segja... Já, það er búið að, ég ætla einmitt að segja, við erum búin að segja það í mörg ár, að það þarf að ganga milli pílóttisur og heróttisur til þess að afla alls konar leyfa og fara í alls konar aðgerðir fyrir fólk innan fjölskyldunni eða þeirra sem eru öryrkjar. Það alltaf verið að búa til kerfi sem að eins og það snúist ekki fólkið sem að ánáttúrulega gera, heldur miklu frekar snúist það sem að einhverju einstaklingar sem ætla sér að snúa á kerfi í stað fyrir einfallega að kerfi sé fyrir fólk og miða þannig miklu frekar það svona byggt upp á allt og neikvæðan hátt fyrst mér. Sem svo skrítið að þau eru með Black Lives Matter, við erum með Me Too. Nákvæmlega. Þykjumst vera að brynja okkur með mennsku. Þetta verður svolítið út undan. Já. Mér langar samt að tala skerðingar við ykkur. Hérna kom ungu maður daginn. Öryrki. 320.000 í ráðstöfunartekjur, vildi ná sér í 100.000 króna tekju auka mánuði. Hann var 30.000 krónur í mínus þegar dæmi var reiknað. Ásmundur Einar, þetta gengur ekki. Nei, og þetta var hluti af þessari kerfisbreytingu sem við ætluðum að taka í gegn. Í staðinn
nýttum við, það var ákveð fjármagn sem við höfðum á kjörtímabilinu til þessa málaflokks og við nýttum það meðal annars til þess að draga úr þessum skerðingum, þannig að það geti tala við mögulega nýtt kerfi þegar það tæki við. Þannig að það alveg ljóst að það þarf aukna hvata inn í þetta samhliða, en á sama tíma þurfum við líka að huga þeim hóp sem að hefur engin tækifæri til þess að afla sér aukatekna. Þetta eru svolítið tveir ólíkir hópar, annars er það hópurinn sem getur aflað sér einhverja tekna, þess búinn að hafa ákveðna starfsgetu, hvort sem hún mæld í prósentum eða 100.000 eða 10.000 köllum eða klukkutímum eða hverju sem það síðan það hinn hópurinn sem hefur einfaldlega enga getu og það fjármagn sem við höfðum til ráðstöfunar, við nýttum það svolítið til blands fyrir þessa tvo hópa. En svo mikið mál að draga úr þessum skerðingum? Já, þetta er við höfum stigið ákveðin skref í því. Ég held að það þurfa að gerast samhliða því sem þú ert að fara í einhverja kerfisbreytingu og það var hugsunin hjá þessari ríkisstjórn að gera það. Það voru ákveðin vonbrigði að það skildi ekki takast. Ég er sannfærður að hver svo sem að mun sitt í mínu sæti eftir næstu kosningar, þá mun það verða áherslu atriði næsta kjörtímabils að einfalda kerfið og það mun síðan fela í sér samhliða því að draga úr skerðingunum. Þannig að ég er eiginlega sannfærður að þetta tvennt mun tala saman og spila saman. Þetta dæmi sem að þú nefnir ekkert að þetta er náttúrulega galið og það er eitthvað að þegar við erum ekki með kerfi sem að ýtur undir að fólk geti bjargað sér sjálft. Það eru, sko allur hópurinn, við viljum að allir Íslendingar, hvaða hópi sem það tilheyra, lifi innihaldsríku lífi. Það er það sem við gerum. Þá verðum við að byggja kerfið þannig upp. Þetta kerfið býður ekki upp á það. Nei, það gerir það nefnilega ekki og skerðingarnar, það verður að minnka skerðingar og það verulega. Í átt að mótsvið, það sem að Ásmundur líka segir, í átt að einföldun á kerfinu og það þarf að vera mun markvissari verkstjórn í því að kalla alla að borðinni, sveitafélögin, hið opinbera, ríkið, en ekki síður líka vinnumarkaðurinn með öryrkjum og þroskahjálp. Og við þurfum, sko, þetta er líka bara, þetta er ekki eingöngu það að fólk getur lifað sko, innihaldsríkara lífi og lífsgæðin aukist. Fyrir heildina er þetta líka sparnaður, bara upp á lýðheilsusjónarmið. Og það er það sem að við höfum meðal annars í Viðreisn verið að leggja áherslu á að forvirkar aðgerðir, það hjálpa líka til þess að bregðast við ákveðnum vanda eða ákveðnum verkefnum sem að uppkoma hverju sinni. Við höfum verið að benda meðal annars á aukið aðgengi að sálfræðiþjónustu. Við vitum það núna, talandi um COVID, að þyngslin og erfiðleikarnir víða í samfélaginu er að verða meiri þegar kemur að andlegri líðan. Á hverju getum við í fjandakotnið ekki sett meira í það að styðja við fólk, ekki síst og það skulle við forgangsraða það til ungs fólks og fólk sem er með efnalítið fólk. Á hverju getum við ekki gert það? Allavega einhver 2-3 ár þannig að við getum sagt eftir þegar við horfum tilbaka og við vorum að bregðast við COVID-aðstæðum, já við settum þó allavega fjármuni í forvirkar aðgerðið og greitum götu efnaminna fólks og ungs fólks að sálfræðiþjónustu. Þetta er eitt af þessum skrefum sem ég hefði svo gjarna vilja sjá vera gerð í öllu þessu. Þetta hljómar fallega. Ef að við rifum upp lofur sem þið bæði gáfuð að löggilda samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks ekki seinna en 13. desember 2020. Þið sviku það bæði. Er ekki rétt að ég taki það? Er það ekki? Já, ég ætla að mótmæla þessu að við svikum það bæði. Af því að það er framkvæmdavaldið sem svik það. Já. Útskýriði fyrir mér af hverju það gerðist ekki. Og ég skal ekki síðan koma og styðja Ásmund Einar í þessu. Staðan er svo að mér langar líka aðeins að koma inn á þetta sem að Þorgerður kom inn á hann. Ég ætla að byrja á að svara þessu. Staðan er svo að þetta var samþykkt á Alþingi að við ættum að lögfesta þennan samning Sameinuðu þjóðanna fyrir ákveðna dagsetningu. Það er rauninni eitt stórt atriði sem að við höfum verið að innleið ýmislegt og til að mynda ný löggjöf MPA þjónustu er stór hluti af sem að samþykkt var 2018 er stór hluti af því sem við þurfum að gera áður en við löggildum. En stóra atriði sem á eftir að klára er sérstök mannréttindastofnun sem að heyrir undir dómsmálaráðuneytið og þarf að koma á fót samhliða þessari löggildingu og það hefur einfaldlega tafist og við höfum verið að hvetja til þess
að því sé hraðað og því sé flýtt og verið að bjóða fram ýmsa þætti sem væri hægt að setja inn í slíka stofnun til þess að auðvelda fyrir því en það hefur einfallega dregist meira en vonir stóðu til og það er verið að bíða eftir því. Og svo þetta er bara Sjálfstæðisflokknum að kenna? Nei, þetta er kannski ekki Sjálfstæðisflokknum að kenna en þú veist, það er hins vegar staðreynd að þessi stofnun þarf að vera komin á fót. Við höfum verið að ýta á eftir því og ég er að vonast til þess að það sé komið í svona aðeins betri farveg. Við skulum bara tala tæpitungulaust. Mér finnst hann vera mjög kurteis, mér finnst hann sýna það að hann er maður liðseildar og er gott að vinna með. Að þetta er nákvæmlega það sem þú sagður og að þetta er einfallega viðhorf sem hefur viðgengist innan Sjálfstæðisflokksins og ég spurði þáverandi dómsmálaráðherra Sigríði Á Andersen nákvæmlega þetta atriði og það var engin vilji til þess að klára þetta mál. Það var mikil tortryggni og engin vilji. Það er rétt, það vantar ákveðna mannréttindastofnun. Það eru ýmsar leiðir til þess. Ein leiðin sem hefur verið bent á, ekkert allir sammála henni, er meðal annars að auka umsvif og verkefni umboðsmann Alþingis og setja inn mannréttindastofnunna þangað. Það er ekki verið að fjölga eða auka opinbera stofnanir, en það er verið að passa upp á verkefnin til einmitt þessa hóps sem er að þrýsta það eðlilega að samningu Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks verði tekin í gegn. Þannig að það er ekki hægt að benda á þennan kall hér og segja þú hefur ekki staðið í stykkinu, það eru aðrir sem bera ábyrgð á því, þannig að við segjum það alveg hreint og skýrt. Þetta viðhorf hefur löngum komið fram á hálfu þess flokks. En á móti kemur að þá segi ég og ég efast ekki það að það verði þá okkar ef við varum saman í ríkisstjórn, okkar fyrsta verk væri að klára þetta. Þetta er einfalt, þetta er mjög skýrt og mjög eðlilegt að þetta verði fyrsta skref nýra ríkisstjórnar að taka þetta skref því þetta er mjög auðvelt. Það þarf bara pólitíska vilja til og hann er ekki alveg heitlina ríkisstjórnar. Þið gætu auðveldlega unnið saman, heyri ég, í næstu ríkisstjórn. En þú vildi svara Þorgerði Katrínu. Já, ég ætlaði bara aðeins að koma inn á þegar við erum að tala af hverju við værum ekki að gera minna fyrir tekjulágt fólk og að brúa þetta svona bil sem að COVID-faraldurinn eða þessi niðursveiflu sem COVID-faraldurinn er að gera. Það sem að ég hef verið mjög ánægð með í gegnum COVID er að við höfum verið að í hverjum einasta efnahagspakka höfum við verið að taka fyrir félagsleg mál. Við erum með milljarð í tómstundir og íþróttastarf til tekjulágra heimila sem aldrei hefur verið gert áður í niðursveiflu. Við erum með 600 milljónir núna sem er að fara í ýmis geðheilbrigðismál og ég veit að Þorgerður er að tala um fjármagni sem vantar inn í samþykkt sem að Viðreisn fékk samþykkt í þinginu. En engu að síður höfum við verið með það. Við höfum verið með ýmsar aðgerði fjárhagslegar sem hafa verið að fara inn til félagsþjónustu sveitarfélaga sem hefur verið notað til þess að grípa utan þessa viðkvæmu hópa og þetta er eitthvað sem ekki var gert hér í efnahagshruninu nægilega vel 2009 og við erum að læra af því og það er ég mjög ánægð með en ég er mjög sammála Þorgerði með það sem við þurfum að gera á næsta kjörtímabili er að halda utan þessa viðkvæmu hópa bæði sálfræði þjónustuna líka þá sem að hafa verið að glíma við félagslega einangrun aðra, ekki bara ungt fólk, heldur líka eldra fólk, fólk með fatlanir og við þurfum að viðurkenna það þarf að fjárfesta í þessum hópi fólks til að minnstakosti 2 ára á meðan við erum að komast í gegnum COVID-faraldurinn. Sumi erum við þannig að þetta hefur engin áhrif á okkur og við erum strax bara komin á gott ról, en flest erum við stödd þar að þetta hefur neikvæð áhrif og það mun hafa langtíma fjárhagslegar afleiðingar til að mynda í aukinu örorku ef við höldum ekki utan þessa hópa. Og þar er í sammála Þorgerði með að það þarf að forgangsraða í þágu þessa hóps, fjárfesta í þessum hópi til ákveðins árafjölda og mónitora það vegna þess að annars lendum við í langtíma kostnaði annars staðar í félagslega kerfinu sem við viljum alls ekki. En þessi ríkisstjórn talandi náttúrulega biðlistar á hennar vakt hafa, það er ekki kyrstað, mér finnst þetta að vera kyrstuð ríkisstjórn, en það er eini punktur það sem ekki verið kyrstað, það er í biðlistum. Þeir hafa lengst, þeir hafa stækkað. Og sérstaklega þegar litið til heilbrigðisráðuneytisins og við erum að sjá að það er ekki verið að gera samninga við sjálfstætt starfandi sálfræðinga sem einmitt geta komið til móts við þessa hópa. Það er ekki verið að semja við talmeinafræðinga
hverjir verða helst fyrir því að það ekki sami, það börnin, börn sem út allt á biðlistum, við erum að sjá sko gríðarlega biðlista til sjúkraþjálfara, það stór hópur meðal annars sem á að tryggja það að öryrkjar fái greiðan aðganga að sjúkraþjálfun, þannig það biðlistar á biðlistar ofan og það þessi forgangsröðun sem að þarf að breyta meðal annars hjá nýri ríkisstjórn að það verið farið í þetta. Ég efast ekki það að það viljið til þess hjá Ásmundu Einari og félögum í Framsóknarflokknum. En þetta svona, þetta dæmi það hvernig við eigum að gera hlutina. Leið vil ég draga það fram og ég hef reynt að verið sanngjarn og hægt Ríkisstjórnin búin að gera mjög margt gott í tengslu við COVID, þetta fínir pakkar enda stuttu við í stjórnarandstöðinni, við fórum ekki þessa hefðbundu stjórnarandstöðu að vera bara móti til þess að vera móti, fullt af sóknarfærum að því að það var stundum blússandi og ágreiningur innan stjórnarflokkana, en við ákvæðum frekar að veita ákveð aðhald, spyrja spurninga en styðja þær aðgerðir sem að Ríkisstjórnin lagði fram og það var margt mjög gott og ég dragi það skýrt fram. En mér langar aðeins að nefna við ykkur, full örorka, hámark sem þú getur fengið frá kerfinu 320.000 krónur á mánuði eftir skatt, þetta það mesta sem þú getur fengið og það eru 9 manns sem eru að nýta þetta úrræði, hinir eru allir með töluvert minna. Þetta ekki til að fólk geti lifað bara mannsæmandi lífi. Ásmundur Einar. Nei, og þess vegna mikilvægt að við leitum allra leiða, meðal annars með hugsunum á baki starfsgetumatinu við að halda fólki í virkni, reyna til þrautar að aðstoða fólk við það að vera á vinnumarkaði, þó ekki sínum að bara einhverju hluta, vegna þess að leið og það hljómar skelfilega, það sem þú ert að fara yfir hér, þá á sama tíma erum við höfum við séð það að og ég veit að þetta hljómar eins og maður sé fjármálaráðherra sko, þá höfum við séð það heildar fjármagn sem rennur til málaflokksins hefur hækkað gríðarlega á undanförnum 4, 6, 7 árum og þannig að við þurfum vegna þess að leið og hækkar einstakling að þá ert að hækka allt mengið að þá þarftu að reyna að ná að halda utan mengið þannig að það verði ekki allt of stórt og það líka það sem við þurfum að hugað með öllum okkar forvirku aðgerðum hvort sem sálfræði þjónusta, félagslega aðstoð með einhverjum hætti, aðstoð við að haldast áfram á vinnumarkaði að við fjölgum ekki í þeim hópi sem við þurfum sannarlega að hækka tekjurnar hjá og þess vegna þarf þetta alltaf að spila saman kerfisbreytingin við aukninguna vegna þess að ég verð að segja eins og að meða við það við þann halla sem við erum með á ríkissjóði núna ef að svo hugsun nær ekki gegn að það þurfa að fjárfesta í þessum hóp og halda utan þennan hóp þá ég hræddur við að einhverjum myndu með einföldu leiðinni sem oftast kemur yst frá hægri kantinum að það þurfi bara að hagræða og skera niður á næsta kjörtímabili þannig að við þurfum að og það höfum við ekki gert á þessu kjörtímabili þannig að við verðum að ná utan kerfisbreytinguna samhliða því sem við sannarlega þurfum að auka framfærslu og tekjur þeirra sem ekkert hafa nema strípaða bætur vegna þess að ég ætla ekki að gera lítið úr því að það ekki auðvelt að lifa á því. Mér langar að horfa núna aðeins til næstu 4 ára. Gefiði mér feit og djúsi kosningaloforð. Vilt þú ekki byrja Þorgeir þá get ég toppað þau. Hvað verður að gera? Hvar þurfum við að byrja? Og hverju vilt þú beita þér fyrir? Já, náttúrulega, þú veist og þá rangfálfur núna Ásmundur Einar til augunni, ég náttúrulega vil byrja á máli sem að gagnast öllum, meðal annars öryrkjum, þeir sem að minna hafa þurfa að leigja, eldri borgunum sem stóla á lífeyrin og það að það verði hér gengistöðuleiki, að við verðum ekki alltaf í einhverju flökti með krónuna sem að eykur verðbólguna sem fer að stað með það að fólk þarf að borga hærri vexti og svo framvegis, þannig að það leiðir allt af sér að leiguverð verður hærra, það verður erfiðar að komast í húsnæði, þetta lykil atriði að okkar mati og við munum leggja áherslu á, það kannski stór. Bara koma öryrkjónum í Evrópusambandi? Gengistöðuleiki, tengja krónuna við evru. Þetta bara skiptir höfuðmáli. Við vitum það alveg að varðandi Evrópusambandið að það mun taka lengri tíma. Við þurfum að breyta stjórnarskráni fyrst. En hvert núna höfuðverkefni til þess einmitt að við lendum ekki því sem að hann Ásmundur Einar réttilega að segja að hefði ysta hægri fari beint í það að skera niður.
heilbrigðismálum og velferðarmálum og þá þurfum við aðra leiðir til þess að reyna að spara ríkissjóð líka það að greiða hér ofurháa vexti meðal annars út af láni sem að erlendu láni sem að þeir hafa ríkissjóð hefur þurft að taka. Þetta hluti af annari leið til þess að koma í veg fyrir það að við stöndum frammi fyrir einhverjum stórtækum niðurskurði sem að við megum ekki gera núna. Nákvæmlega gera það sem Ásmundur að segja, við eigum að taka utan okkar fólk, ekki síst okkar minnstu bræður og systur. Stóru feitu kosningaloforðin varðandi þá ef við eigum að hugsa eingöngu öryrkjabandalagið, þroskahjálp og aðra hópa sem að þessum málaflokki tengjast, þá það náttúrulega fyrst sem ég sagði áðan, fyrsta vikan í ríkisstjórn fyrir það að koma í gegn að við löggildum og keyrum í gegn samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Það er bara svona fyrsta verkefni sem að verið gert í fyrstu vikunni. En síðan hitt að fara í það og nýta þann vilja sem innan allra stjórnmálaflokka. Ég fullyrði það að einfalda kerfið, minnka skerðingar. Það er bara, við eigum ekki að lofa miklu og ekki út allt en við verðum að tryggja það að fara í þessi atriði, minnka skerðingar og tryggja þjónustu, gera kerfið þannig að það sé fyrir fólk en ekki fyrir kerfið sjálft eða einhverja byrokratíu. Toppa þetta. Já, ég held að jafn svona og við búum að vera ljúft á með okkur að þá held ég að svarið við þeim áskorunum sem að samfélagi stendur frammi fyrir næstu 4 ár felist ekki í Evrópusambandinu eða gjaldmiðilsmálum. En ég er sammála því að áskorunum felst meðal annars í húsnæðismálum og það sem að það sem við höfum kannski ekki rætt þar held ég að við getum stigið talsvert öflug skref til þess að ná betur utan húsnæðismál þessa hóps sem við höfum verið að ræða hér, bæði með hlutdeildarlánskerfinu sem við höfum samþykkt á þessu kjörtímabili, mögulega með því að stíga ákveðin skref til þess að víkka það út, taka það dálítið lengra inn í tekjulægri hópana með hærri hlutdeild frá ríkinu þar inn, en líka í uppbyggingu leiguhúsnæðis þar sem við getum tekið almenn íbúðakerfi sem hefur verið að byggja fjölda íbúða bæði með Brynju og Bjargi og fleirum og búið til ákveðin módel þar inni. Það getur dregið gríðarlega úr húsnæðiskostnaði þessa hóps og það þarf ekki risastóra kerfisbreytingar í gjaldmiðilsmáli til þess að gera það, heldur bara að halda áfram að byggja ofan á það sem við höfum verið að gera. Síðan þurfum við að fara í einföldun á kerfinu, klára þessa vinnu, fara inn í það að einfalda kerfi og draga úr skerðingunum með þeim hætti sem við höfum verið að ræða hér. Ertu til í þetta verkefni á fyrstu viku nýrra ríkisstjórnar? Já, ég held verkefni nýrra ríkisstjórnar verður að klára að setja þessa mannréttindastofnun á fót. Það er forsenda fyrir lögfestingunni. Og gæti það verið fyrsta vikan? Ég myndi ekki treysta mér til þess að segja að við myndum lögfesta samningin á fyrstu vikunni, en ég myndi treysta mér til þess að segja að við getum lögfest mannréttindastofnunina sem að síðan geti lögfest samningin í framhaldinu. Við erum alveg að ná saman. Það er algjörlega skýrt að það er það sem þarf að klára til þess að lögfesta þennan samning og það hefur verið rætt hér, ýmsar ástæður fyrir því að það hefur ekki gengið. Síðan í 4. lagi held ég að mikilvægt sé að við tökum utanum og leggja áherslu á það, taka utan þessa hópa og horfa á þetta eins og fjárfestingu næstu 1-2 árin, taka utanum viðkvæmu hópana til þess að sporna því að það verði einstaklingu sem fjölgi í félagslega netinu til frambúðar eftir þennan COVID-faraldur. Og þetta held ég að sé og þar er ég mjög svona skýra sín á það hvernig meðal annars biðlistar og annað geti komið þar inn í áframhaldandi kerfisbreytingum. Mesta kjarabót fyrir alla er gengisstöðuleiki að við borgum hér lága vexti, það verði ekki hér verðbólga, að það verði ekki þannig að unga fólki núna sem að var að kaupa og fjárfesti í sinni fyrstu íbúð þurfi ekki að borga hana 3-falt og jafnvel 4-falt. Það er langtímamál, það er stóramál og þess vegna erum við að leggja meðal annars áherslu á þetta mál. Hér ætla ég að stoppa ykkur, þið eru komin á flug, takk kærlega fyrir að koma. Og við munum verða hér aftur fljótlega með fleiri fulltrúa frá öðrum stjórnmálaflokkum. En takk fyrir. Takk.